Sennilega ég kannski eini maðurinn sem hefur klifrað 8000 fet á mínútu á okkur 100 seríu. Það var í þessu Akrafjallsævintýri, sko. Þetta var bara venjulegt farþegaflug frá Akureyri til Reykjavíkur sem hafði dregist aðeins vegna bilunar á vélinni og frá Akureyri nánast alla leiðina að Miðfelli í Hvalfirði var flugið eðlilegt að öllum hætti. En eftir það skeiði hlutur sem vonandi skeiður ekki aftur fyrir flugvél. Ég óska engum í að lenda í þessum ósköpum. Og nú erum við ekki að tala venjulega ókyrrð. Það sem er kannski óþægilegt fyrir farþega þegar vélin skekkst til og frá. Heldur bara sannast sagna þá féll hún stjórnlaust niður. Og þó að það væri á fullt afl á báðum hreyflum. Og fór óþægilega nálægt jörðin skulum við segja, en þetta skeiði í skýjum þannig að maður sá náttúrulega ekki neitt. Og þegar hún var komin ég mannsats ekki hver hæðin var, að þá kom annað dundur sem skaut henni upp á við. Þannig að menn sátu þarna eins og ég hugsa að þetta sé nálægt að vera svona eins og í listflugvél, negldi niður í sætin. Þangað til hún kom upp úr þessu, hún klifraði þarna eins og ég segi, það staðfest, með 8000 feta klifur á mínútu sem að þykir ekki þokkalegt á bara orrustuvél. Nú þegar að vélin náði toppnum og varð þyngdarlaus í dálítinn tíma þá var það kerfi í vélinni sem ég veit nú ekki hvernig að útskýra sem var ætlað til öryggis, þannig að í flugtæki ef annar hreyfillinn bilaði þá sá hann sig sjálfur að snúa skrúin upp í vindinn og minnka mótstöðuna, þannig að flugmaðurinn gæti þá einbeitt sér að því að fljúga vélinni. Þetta ekki að fara að stúsa yfir mótornum líka. En þá kom þarna fram sem enginn hafði líklega hugsað út í að þetta gæti skeið fyrir báða í einu. Þannig að báðir hreyflarnir mistu olíuþrýsting og fóru þá að slást innbyrðis hver ætti að stoppa, sem var til þess að báðir ofhitnuðu. Ég var svo heppinn að vera með 2 úrvalsmenn með, Jóhannes Fossdal og Gunnar Valgeirsson. Hann hafði verið sendur norður morgun til að gera við smávægilega bilun, sko. Og var með bara leiðinni suður. Hann var hreyfilsérfræðingur flugfélagsins. Já. Þessi Gunnar Valgeirsson. Og hjá flugleiðum líka, sko. Já. En sem sé, þá kom í ljós þarna þegar vélin var komin upp í toppinn og var orðin þyngdarlaus. Og þá þetta svokallað autofeather system. Að þá byrjuðu mótorinn að slást innbyrðis hver ætti að stoppa því að olían fór öll upp og þeir mistu báði smurning. Og þar með byrjuðu þeir að rífast sín á milli hver þau fljótari, sko. Sem þýddi það að GBT fór upp úr öllu valdi, sérstaklega hægra megin, sko, og hann stoppaði þar. En eins og segja, þá var ég svo heppinn að Jóhannes og Gunnar, við kallum alltaf Bóa, að þeir sáu algjörlega að koma honum í gang aftur, þannig að ég gat einbeitt mér alveg að reyna svona að hafa einhvern heimil á vélinni, sko, sem að var að vísa ekki hægt. Mér var sagt að báðir hefur verið handónýtir þegar þú lentir. Já, það er vist rétt. Komst inn á öðrum eða ekki? Hann fór eiginlega á brautinni, sko, hægri mótorinn. Og hinn held ég að hafi verið fjarlægður á vélinni líka, sko. Túrbínublöðin meira á minna, sko. Já, þetta var allt. Hitt og brunnin, sko. Þú varst að missa allt af þarna. Þú lentir eða ekki? Jú.
Það var alltaf verið að búið, sko. Hún fór úr plús, tæpið 3 GM upp í mínus 0,4, sko. Og voru farþegar á borð? Já. Ég man jú eftir því að yfir Reykholti þá sá ég að skýja framundan. Já. Þannig að ég beið svolítið tíma með því að lækka, það lá ekki á. Já. Og náðunum að færa að demba sér hann í kannski einhvern hristing, sko. En ég man eftir því þarna yfir miðfelli að þá var ég farin að ókyrrast því að hjólin voru komið niður. Þetta var svolítið svona, þeir að ná réttri hæð, sko. Já, verið það háir. Já, Já. En mér hafði það svona einhvern veginn að tilfinningu eitthvað væri að ske sem var óeðlilegt í að hraðinn hann var að minnka afskaplega hægt og rólega þráttir ég gæfi jafnt og rólega einn, sko. Þannig ég kipti upp hjólunum. Já. Og þá rétt á eftir byrjaði djöfulgangur. Þannig að hjólinn hafa verið komin upp þá. Já. Í hvaða hæð varstu þarna? Varstu það nú? Nei, ég man það nú ekki. Það var, en hraðinn hann fór úr 177 niður í 76 núta. Já, og sveipaðist þar allt á milli. Droppaði bara 101 nút. Já. En það vildi svo til að Haraldur Guðmundsson, flugumferðarstjóri, því miður dáinn núna, hann hafði verið að kenna nýbyrjuðum manni á radarinn. Já. Og yfir miðfelli þar stoppaði vélinn og hann hélt að radarinn hafi verið bilaður. Því í 2 mínútur þá stóðum kyrr. Nei, það. Þó ég værum á 160 nútum, sko. Það voru ábyggilega hrikaldið lendi í svona, voru þeir sem að, þú og þeir sem voru með fljótara jafn ykkur á þessu eða? Sko, nú er unofficial. Okay. Sko, meðalið við því var mjög einfalt. Ég og Jói, og ég heita Jón Péturs og það eru líka. Við fórum á svoleiðis stundan eftir fyllir í að ég held bara að tilbúmenni daginn eftir, sko, hafi verið aðal áhyggjuefni. Meira aðalmálinn. Já. Og þar með var það bara úr sögunni, held ég, sko. Já, ég verð nú að viðurkenna samt að mér var ekki alveg sama fyrstu vikurnar á eftir jafnvel, svona að ég sá skýjabreiðuna eins og nokkurn veginn hafði verið þarna. Já. Þú voru það bara strax að fljúa aftur? Já. En ég held að þetta sé nú betri lækning svona persónulega heldur en þessi svo kallað áfallahjálp núna sem ég veit ekki hverju tilgangi gegnir. Já, það var ekki búið að finna það upp? Nei, það var ekki búið að finna upp áfallahjálp.